Pavel, hver svona þín viðbrögð eftir tap á heimavelli gegn Þór? Mikil vonbrigði. Mikil vonbrigði, það ekki meira en það. Hvað fannst þér ganga illa í leiknum? Illa, það alltaf erfitt að segja bara. Það alltaf erfitt að segja eftir alltaf leikið hvað gengur illa. Það bara... Það endum alltaf bara 15-20 stigum undir bara í öðrum leiknum. Það ekki einhver einn ástæða fyrir það. Það gerist reglulega, ég veit ekki af hverju og dregur allan vind úr okkur og sjálfsögur lítið illa út á og menn missa sjálfstraust og við svona svo byrjum við að spila bara einhvern hetjubolta og stundum gengur það upp og stundum ekki. Við höfum ekki náð svona heilum góðum körfuboltaleik bara í allan vetur þannig að ég get ekki sagt hvað fór úrskeiðis ég veit ekki alveg hvað við erum að hvað þykir gott fyrir okkur. Hvað góður leikur hjá okkur, þá get ég sagt hvað fór úrskeiðis. Við höfum ekki náð þessum leik í vetur þannig að við spilum bara vel og klárum leikinn og þá get ég að bora það saman við. Ég get það ekki núna. Svo talar hetju bolta. Þú tekur 2 skot í fyrri hálfleik. Hugsar einhvern veginn með þér að taka meira kannski á þig, að skjóta oftar? Ég held að það sé ekki lykillinn að velgengni Vals eða hvaða leið sem ég spila fyrir. Ég held að það sé ekki góð strategi að ég sé að skjóta okkur mikið. Ég held að það sé frekar það að ég á kannski fullir aðverð að taka bolta meira og reyna að búa eitthvað til. Það hefur verið svona dálítið í undanförnum leikjum þar sem að ég finn bara ekki neitt sko. Ég finn engar glöfur, ég finn ekki hvar ég á að fara, ég finn ekki þetta. Næ ekki þessu rönni þar sem að mér líður vel og mér finnst þess að ég sé með stjórn á hlutunum sko. Það svara spurningunni nei, ég tek mín opin skot og ég á ekki að vera að skjóta alltaf mikið. Það frekar aðalega að ég ekki að standa mig að opna fyrir samherja mína og sóknarleikurinn okkar að sjálfsögðu byggður rosalega mikið á því. Ef ég ekki að standa mig þá er erfitt fyrir okkur og það náttúrulega eitthvað sem ég þarf að skoða. Tala svolítið sóknarleikina núna í þessari mínútur. Ég kom að varnarleikin hjá liðinu. Hann lítur frá mér sé allavega afskaplega illa út, sérstaklega í fyrri hálfleik. Fyrir mér alveg hægt að spila körfubolta og varnarleiki körfubolta þó þú sért ekki að hitta skotum en það virkaði eins og það var allt á móti ykkur líka varnarlega. Já, þetta er náttúrulega helst oft í hendur sko en ég veit ekki alveg hvað þetta byrjar hjá okkur, hvort þetta byrjar í einhverjum svona vandræðum í sókninni og með missa smá sjálfstraust og það færi sig yfir á vörninni eða hvort það byrjar í vörninni og með vandræðum þar og erum þá litlir í okkur í sókninni sko. En varnarlega þá náttúrulega, við erum með leið sem þarf að púsla saman svona varnarlega sko, við þurfum ofta að vera mjög meðvitaðir hvað við erum að gera sko, en ef við erum það ekki, þá erum við mjög varnarlega og ég veit ekki, ég held að sé líka bara auðvitað bara helst held í hendur með þessum byrjunum á leikjum sem að líður öllum vel þegar að þú ert komin 10 stigum yfir í fyrsta leiknum og þú spilar öðruvísi, þú tekur skot öðruvísi og við setjum aldrei þessa pressu á liðið að vera 6 stigum undir í öðrum leiknum. Þú spilar öðruvísi þá, þú ert ekki að taka sömu skot, þú ert ekki heitt úr sömu skotum. Þannig að ég held að það hefur líka áhrif á varnarleikin. Það er bara mikið sjálfstraust alltaf í hinu liðinu svona þegar byrjar. Bara eitt að lokum, þú villar út með 5 villur, það er pirringur. Er þetta bara uppsafnaður pirringur í leiknum eða er einhver dómgæslu pirringur? Nei, alls. Þetta gerðu þeir eitthvað villust í dag, eins og alltaf. En þú veist, ég held að menn þurfa að hafa áhyggjur ef ég er ekki að rífast í dómurunum. Það þýðir að hausinn á mér eitthvað starf annars staðar. Ég þarf að rífast við eitthvað, ég þarf að rífast við dómarann, samherja, mótherja, eitthvað. Þannig að þetta er ekki einhver pirringur sem hefur einhver áhrif á mig. Þetta er eitthvað bara sem ég þarf stundum að gera bara til að halda mér inn í leiknum. Ég þarf að taka reiðinn mín út á einhverjum.